Þeir sem vilja fjárfesta í fjármálamörkuðum með því að kaupa í verðbréfasjóðum á Íslandi vandi á höndum því það allt of dýrt að fjárfesta í sjóðum á Íslandi. Nær allir verðbréfasjóðir á Íslandi eru með árlegan kostnað einhvers staðar á bilinu 2-3% þegar allt talið. Og það kann að hljóma lítið, en til langs tíma, margra ára og áratuga, þá magnast þessi kostnaður upp og þýðir að stór hluti af raun ávöxtum sjóðana rennur tilbaka í kerfið og lítið stendur eftir fyrir fjárfestin. Þessi 2-3% árgjöld væru hugsanlega réttlætanleg ef þessi sjóðir væru almennt að sigra vísitölurnar sem þeir miða sig við, sigra markaðinn. Og mörgum finnst skrítið að sjóðstjórar sem eru í fullri vinnu við að velja hlutabréf geta ekki unnið fyrir kaupinu sínu og sigra markaðinn. En allar rannsóknir undanfarna áratugi eru á sama máli að verðbréfasjóðir, það eru mjög fáir sjóðir sem tekst að sigra markaðinn og engin leið fyrir venjulegt fólk að vita hvaða sjóðir það eru, þó allir sjóðir svona skilja einu ári sem betra heldur en viðmiðið, svona eins og gengur þegar hlutirnir sveiflast. Þess vegna mæla nær allir fjármálaráðgjafar með því að í staðinn fyrir að kaupa í dýrum sjóðum, að þá sé keypt í ódýrum vísitölusjóðum sem eru sjálfvirkir og reyna ekkert að sigra markaðinn heldur bara að elta hlutabréfa og skuldabréfa vísitölurnar sem þeir miða sig við. Og það það sem að langflestir ættu að gera þegar þeir vilja fjárfesta til langs tíma. Vandinn bara sá að ekkert verðbréfafyrirtæki á Íslandi býður upp á slíka vísitölusjóði með lágum gjöldum. En hér ætlar Spesía að gera betur. Spesía auðveldar öllum að fjárfesta í vel dreifðu alþjóðlegu eignasafni á ofur einfaldan hátt gegn mjög lágum gjöldum.